ég byrjaður að undirbúa að líma saman vængina og til þess að þeir detti nú sæmilega rétt saman þá er ég búinn að setja tommuþykkan kubb hérna undir vængendan og lista undir vænginn svo hann velti nú ekki mikið og setja hann hérna akkurat á brúnina. Þá get ég notað svona pússikubb eins og þennan og pússað hérna lóðrétt heitir hann nú víst, þannig að ég fái rétt horn á vænginn. Þegar hann er nú ekkert afskaplega vitlaust en alltaf gá svona að gera smá athöf. Nú ætla ég að pússa þetta svona. Svona gerir maður þetta. Þá nota ég borðplötuna til þess að fá rétt horn á þetta. Og hérna eru vængirnir tilbúnir til þess að fara að líma þá, svona mestu. Ég setti ég 2 tommu stól undir og þessi vængjandi er þá 2 tommur frá borðinu og hinn liggur flatur. Bilið er nú ekkert svakalegt og nú þarf ég að setja þennan og þennan hérna inn á milli og þá get ég farið að líma. Nú ætla ég að opna raufarna hérna fyrir þessum tveim og aðalverkfæri sem ég nota er náttúrulega bara hnífur. Ég þarf að skera hérna niður á. Ég var búinn að merkja þetta þannig að þetta er nokkuð einfalt. Og eins og svo oft áður, aðalmálið er að kreista ekki á fast það sem maður er að vinna við. Þess að maður þurfi ekki að halda á mikið og kreista og brjóta. Það hefur komið fyrir. Nú er raufin opinn og þá er ég með 2 svona þjalir sem ég get notað til þess að laga þetta til. Það má fara aðeins meira. Nú sé ég að þráðurinn sem ég setti hérna inn til þess að draga servóið í gegn er þvælast hérna fyrir. Það er losnað upp. Það fara að þvælast hérna. Það er sko að hann límist ekki fastur þegar ég líma þetta saman. Það var nú eftir öðru. Hérna er smá drasl.
lím líklegast. Nú hérna eitt að það virðist ekki vera sama bil á rifjónum eins og er á teikningunni, þannig að hérna er alveg 3 mm sem að miðjan stendur upp úr. Þannig að ég þarf að stytta þennan. Ég geri það og læt þetta passa og ég ætla að gera rifuna hérna líka, þannig að þarf við að taka það á kvikmynd. Nú eru báðir kubbarnir komnir hérna inn í og ef ég renni þessu saman þá er bilið svona nokkurn veginn ásættanlegt. Ég ætla að setja lím hérna í með glerperlum eða microballoons og leyfa því síðan að sitja hérna dágóðan tíma. Ég ákvað að bora hérna niður og taka böndin upp úr svo þau væri nú ekkert að þvælast fyrir límingunni sem er hér. Og þá er bara að finna gott límband til þess að setja undir. Ef maður límir með svona með epoxy þá vill það alltaf fljóta í burtu. Þannig að maður geta að hemja það með góðu límbandi. Og síðan ætla ég bara að líma þetta svona saman. Svo er ég með límbönd hérna sem að ég ætla að bregða yfir. Ég sett farg ofan á og límband sem að bregða þetta til þess að það fari nú ekki neitt á meðan að límið er að harðna. Hérna er ég að blanda saman epoxylím fyrir vænginn og einhvers staðar á að vera epoxylím. Nei, ég segi þarna límband. Límbandið er hér. Set þetta límband þannig að það sitji hálft á vængnum og hálft út fyrir. Þannig að þegar ég set hann svona niður á eftir þá lekur límið ekkert endilega út á borðið. En ég ætla að setja smávegis af þessu hérna, microballoons. Þetta er svona hvítt létt duft sem eru holar glerkúlur. Þykkir límið örlítið. Þannig að það verður ekki alveg eins þunnt og lekur kannski ekki endilega eins illilega eins og það hefði annars gert. Nú ætla ég að setja hérna á þetta tungur og stinga þeim hér inn í.
set ég meiri hlutan af líminu hér á. Og dreifi því nokkuð vel. Smávegis svo illa. Dreifa því hér á. Nota allt límið sem ég bjó til. Svona. Og nú að skella þessu saman. Límbandið fari ekki flakk. Trefjarlímband ansi sniðugt, það má teygja það ofsalega á því. Engin hætta á að það slitni neitt. Þarna vellur lím upp úr. Það er ágætt að tróða því niður þar sem það kemur ekki. Það er líka minna að pússa. Svona, aðeins að fergja þetta betur. Þetta var forvélin mín. Það er spurning hvort að hún virkar meira. Svona. Nú þarf þetta bara að fá að harðna í rólegheitum.